Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, fyrirspurn til menntamálaráðherra frá Birgittu Jónsdóttur, hv. þingmanni. Gagnasafn RÚV, mál 60, þingskjal 60. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir. Fyrir nokkrum árum náðist að bjarga fyrsta viðtalinu sem tekið var upp hjá útvarpinu árið 1935. Þetta var viðtal við Jóhannes Kjarval sem var varðveitt á lakkplötum. Lakkið af þeim var farið að brotna þegar þessari gersemi var bjargað. Í frétt RÚV málið frá 20. ágúst segir meðal annars gagnasafn RÚV með leyfi forseta: Í geymslum Ríkisútvarpsins að minnsta kosti 10.000 lakkplötur, 30.000 segulbandsspólur, 10.000 geisladiskar og þúsundir myndbanda með leikritum, viðtölum, tónlist, fréttum og ýmsu fleiru. Elstu myndböndin eru frá 1966 þegar sjónvarpið tók til starfa. Hluti af þessu safni liggur nú undir skemmdum. Forseti, hér eru menningarverðmæti þjóðarinnar að ræða. Rétt eins og Þjóðminjasafnið og önnur söfn geyma muni og mikilvægar prentaðar heimildir, geymir RÚV raddir sögunnar okkar og því má alls ekki fresta því að tryggja varðveislu gagnasafnsins í heild. Eins og starfsmaður RÚV segir með leyfi forseta: Mikið af þessu efni er eitthvað sem komandi kynslóðir eiga eftir að meta allt öðruvísi heldur en okkar kynslóð og við höfum ekki leyfi til að láta þetta einhvern veginn bara að danka og láta sem það sé allt í lagi. Við megum það ekki. Tilvitnun lýkur. Svo er annað í þessu sem er mikilvægt að huga að. Allt þetta efni er meira og minna lokað inni eins og nokkur hafi raun og veru aðgang að því. Ég vil því spyrja hæstv. Ráðherra í fyrsta lagi: Hvernig er varðveislu hljóð- og myndefnis RÚV nákvæmlega háttað? Í öðru lagi, hvernig hyggst ráðherra bregðast við því að hljóð- og myndbandasafn RÚV liggur undir skemmdum? Og í þriðja lagi, telur ráðherra að hljóð- og myndefni RÚV eigi að vera aðgengilegt almenningi? Ef svo er, með hvaða hætti telur ráðherra aðgengið eigi að vera? Áður en ég hleypi ráðherra að, til að svara, vil ég ítreka að frá mínum bæjardyrum séð kemur þetta mál fjárhagsstöðu RÚV eða hlutverki þeirrar stofnunar ekki neitt við. Þetta er sérstakt verkefni sem nauðsynlegt er að ráðast í án tafar og það er vel hægt að leggja fé sérstaklega til þessa verkefnis, óháð því hvað okkur finnst að öðru leyti Ríkisútvarpið, hlutverk þess og fjárhagsstöðu. Þá tekur til máls hæstv. Menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil sjálfsögðu þakka hv. þingmanni Birgittu Jónsdóttur fyrir þessa fyrirspurn og hér er verið að hreyfa við mikilvægu máli og ég tek undir með hv. þingmanni að hér er ekki til umræðu eða á að hafa áhrif á afstöðu hv. þingmanna mismunandi skoðanir á hlutverki Ríkisútvarpsins, fjármögnun þess eða annað sem að þeirri stofnun snýr. Hér er verið að ræða menningararf okkar og sögu og aðgengi á honum. En ég vil, virðulegi forseti, þá vinda mér í því að svara hinum tölusettu spurningum sem hv. þingmaður hefur beint til mín. Og fyrsta lið, þar sem snýr að því hvernig varðveislu hljóð- og myndefnis Ríkisútvarpsins er háttað. Og þá er til að taka að hjá Ríkisútvarpinu var nýlega tekin í notkun ný safnagrunnur fyrir útvarps- og sjónvarpsefni sem ber heitið Kistan. Og í gegnum kistuna er hægt að hlusta og horfa á hljóð- og myndefni sem er geymt á stafrænu formi. Og gagnagrunnur kistunar er rekinn í Efstaleiti og eldra safnaefni er enn varðveitt á lakkplötum, segulböndum og myndböndum í Efstaleiti en einnig hjá Kvikmyndasafni Íslands. Safnadeild Ríkisútvarpsins hefur umsjón með stafrænni yfirfærslu eldra efnis á hliðrænu formi. Vinna hefur staðið yfir við að koma upplýsingum eldra efni af spjaldskrám yfir í gagnagrunna kistunar, þannig að upplýsingar allt safnaefni verði aðgengilegar á einum stað. Ríkisútvarpið hefur unnið að áætlun yfirfærslu á eldra safnaefni úr gullkistunni yfir í kistuna, þar sem metin hefur verið kostnaður við fjárfestingu í búnaði, vinnu við stafræna yfirfærslu, réttindagreiðslu til höfunda og uppsetningu á nýjum vef til að gera efnið aðgengilegt almenningi. Í öðru lagi, virðulegi forseti, spyr hv. þingmaður hvernig ráðherra hyggist bregðast við fregnum af því að hljóð- og myndbandasafn Ríkisútvarpsins liggi undir skemmdum. Og þá er því til að svara að ég vil taka fram að það er unnið að gerð nýs samnings
samkvæmt 4. málsgrein 2. greinar laga Ríkisútvarpið, númer 23/2013. Í þeim samningi verður nánar fjallað stafræna yfirfærslu á áður útsendu efni úr svonefndri gullkistu og með hvaða hætti efni verður gert aðgengilegt almenningi. Ég vil auðvitað vekja athygli þingsins á því sem fram kemur í skýringum með frumvarpi til fjárlaga 2015 en það segir að fjármögnun Ríkisútvarpsins sé nú til skoðunar hjá stjórnvöldum samhliða því að unnið að gerð nýs samnings fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Það þarf þá að huga að þessum þáttum við þá vinnu. Í þriðja lagi, virðulegi forseti, þeirri spurningu beint til mín af hálfu hv. þingmanns hvort að ráðherra telji að hljóð- og myndbandefni Ríkisútvarpsins eigi að vera aðgengilegt almenningi og ef svo sé, með hvaða hætti ráðherrann telji að aðgengið eigi að vera. Virðulegi forseti, eins og fram kom í svari mínu við annarri spurningunni, þá er gert ráð fyrir að fjalla verði þessi mál í nýjum samningi við Ríkisútvarpið fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. En þá má nefna að ráðuneytið er með í smíðum frumvarp til laga breytingu á höfundalögum sem á þingmálaskrá yfirstandandi löggjafarþings. Í frumvarpinu verður að finna mikilvægt ákvæði sem tengist gullkistunni en tilgangur ákvæðisins er að auðvelda útvarpsstöðvum uppgjör við rétthafa þegar veittur aðgangur að áður útsendu efni og safni þess, til dæmis eftir pöntunum, með því að það er gert aðgengilegt á netinu eða þegar að endurútsetningu er að ræða. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég fagna viðleitni hæstvirts ráðherra. Langaði að nefna þó hér við þessa umræðu að það er ákveðinn kostur við það að gefa efnið út þannig að það sé aðgengilegt almenningi á netinu og sá kostur er sá að þá getur almenningur tekið þátt í því að varðveita efnið á sambærilegan hátt og Íslendingasögurnar voru varðveittar mjög lengi, Kóraninn, helgirit múslima og svo framvegis og fleiri svona menningarlegir rit. Einnig langar mig að nefna það að nú þegar þótt að efni sé til staðar á netinu sem er framleitt af Ríkisútvarpinu, svo sem fréttir og fréttaskýringaþættir, að þeir eru ekki aðgengilegir að eilífu á netinu. Þeir renna út ef svo mætti orðið komast og mér þótti þetta mjög undarlegt fyrirkomulag. Ég rakst á þetta nýlega þegar ég var að rannsaka mál og þurfti að fara 2 ár aftur í tímann og það var ekki hægt. Ég þurfti að mæta niður á Ríkisútvarpið, hefði þurft að mæta niður í Ríkisútvarpið og skoða þetta þar, mér að endurgjaldslausu. Þannig að ég fagna því að það eigi að skoða þetta og hvet menn eindregið til þess að gera það meginreglu að þetta sé birt, það sé opinber aðili sem ber ábyrgð á varðveislu og sömuleiðis almenningi sé gert kleift að varðveita þetta sjálfur. Svo að lokum legg ég til að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lars Skarphéðinsson. Herra forseti, hv. þingmaður Birgitta Jónsdóttir hefði hér afar þörfu máli sem vissulega hafið yfir allar flokkspólitískar þrætur og ég þakka henni fyrir það. Sömuleiðis þá finnst mér hæstvirtur ráðherra taka vasklega til svara hér. Mér hefði það þótt sem hann hefði að minnsta kosti mátt leyfa okkur að skyggnast inn í hugskot sitt það varðandi afstöðu hans gagnvart því hvernig á að heimila almenningi aðgang að þessu efni. En það gleður mig allavega að vita til þess að hjá Ríkisútvarpinu þá eru menn til dæmis að draga upp skrá sem á að vera aðgengileg öllum það hvaða efni það er sem er til í gullkistu Ríkisútvarpsins. Mér virtist að svari hæstvirts ráðherra að þetta snerist að verulegu leyti höfundarétt. En er það ekki rétt muna hjá mér, herra forseti, sem að hæstvirtur ráðherra svarar kannski að sumt af þessu efni eru svo gamalt að það fellur ekki undir höfundarétt, má ekki koma því strax á netið. Þar eru margar gullperlur og sömuleiðis hvað með fréttir Ríkisútvarpsins. Það er engin höfundaréttur á þeim, má ekki gera reka því að koma öllum fréttum en nú þeirri tækni sem við höfum yfir að ráða á netið okkur til aðgengis. Þá tekur til máls fyrirspyrjandi, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, ég fagna þeim tón sem mér fannst ég heyra hjá hæstvirtum ráðherra. Mér langaði að spyrja ráðherrann, og ég þakka honum fyrir svörin, mér langaði að spyrja
Þar hægt að finna þessa áætlun sem ráðherra nefndi. Mér langaði að benda ráðherranum á að þegar að það fór fram uppfærsla á fréttavef RÚV fyrir nokkrum árum síðan, að þá hurfu allar fréttir af netinu sem voru eldri, og þetta voru fréttir meðal annars frá tímum hrunsins, og mjög bagalegt því að þeir sem hefðu verið að sækja sér heimildir í þessar fréttir höfðu jafnvel sett slóðir í þá, sátu uppi með enga heimildaskrá. Ég spurði þáverandi útvarpsstjóra þetta mál. Hann var ekki meðvitaður að stór hluti fréttavefs RÚV hafði horfið þessu uppfærslu, og mér sýnist þetta ennþá vera í ólagi, og langar til að biðja hæstv. Ráðherra að beita sig fyrir því að þessu verði komið í lag. Þarna erum við að tala samtímaheimildir sem hafa verulega mikið gildi fyrir þjóðina. Mér langaði að nefna að það mætti jafnvel koma í samningsviðræðum varðandi höfundarétt ákomnu efni. Sem sagt, nú veit ég að það verið að vinna í löggjöf sem að varðar höfundarétt og fjallar munaðarlausan höfundarétt. Það mætti leggja til við svona gamalt efni að vera með svokallað CC á því við þá sem eiga höfundarétt. Því að það mjög mikilvægt að fólk hafi aðgengi að sínum menningarlegu verðmætum, og svo það sjálfsögðu rétt að fréttir eru ekki höfundavarðar, og langaði að spyrja hvort það væri ekki líka tilefni til þess að beita sig fyrir því að fréttir séu lengur til og þættir frá Rás 1 til dæmis en 2 vikur eða 4 vikur eins og í dag. Móttekandi máls hæstv. Menntamálaráðherra Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, ítreka þakkir mínar til hv. þingmanns fyrir fyrirspurnina. Þetta einmitt eins og hér komið svo ágætlega fram, mál sem að snýr þá að því hvernig við varðveitum menningararfinn. Og það svo fjölbreytt efni sem að Ríkisútvarpið varðveitir og að framleiða á hverjum degi, að það nauðsynlegt að huga vel að þessu. Hvað varðar fréttirnar, þá get ég svo sem alveg tekið undir það að ég veit ekki hvort það séu tæknilegar eða fjárhagslegar ástæður fyrir því að þær eru bara þennan ákveðna tíma sem þær eru aðgengilegar. Ekki það að maður vilji leggja þá nokkurn mann að horfa á íslenska fréttir 2 sinnum eða oftar jafnvel, en það þó þannig að það nauðsynlegt kannski í söguna vegna að gæta þess að það sé aðgengi sem lengst. Ég vil líka fullyrða það við hv. þingmann að það ekkert samsvar á bak við það að þessar fréttir hafi horfið. Sumir halda fram að þessar fréttir komi verr út fyrir suma en aðra, en ég held að þarna sé auðvitað frekar þá eitthvað tæknilegt mál sem að skýri það. En hvað varðar höfundaréttarvarið efni, þá það alveg rétt sem hér hefur verið bent á að væntanlegt það að vera auðveldara, eldra efni sem ekki varið með höfundaréttarlögum, en þó rétt að hafa það í huga að á teikniborðinu hjá okkur í ráðuneytinu hvað varðar þessi efni, þá einmitt verið að vinna að frumvarpi að lengja höfundaréttinn nokkuð langa tíma. Meðal annars vegna þess að listamennir lifa bara orðið miklu lengur en áður. Þeir eru farin að lifa heilbrigðara lífi, og það nauðsynlegt að tryggja það að höfundarétturinn hverfi ekki meðan að listamennir eru á lífi. Þannig að það nú eitt þátturinn sem rétt að hafa í huga. En ég vil þó segja það, virðulegi forseti, að ég vonast til þess að það sé hægt að ná góðri samstöðu þetta mál til þess að lyfta hér því grettistaki sem þarf að lyfta. Það ómögulegt að svona merkilegar menningarminjar eins og þarna að ræða, sem ná aftur til þess tíma sem hv. þingmaður nefndi, að þær skemmist og við höfum ekki aðgang að þeim í framtíðinni. Það væri alveg hörmuleg niðurstaða. Þá umræðu lokið.